Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að fara víðan völl eins og venjulega. Við ætlum meðal annars að fræðast hestamennsku fyrir fatlaða. Við ætlum aðeins að fræðast það sem er að gerast í Háskólanum á Akureyri, en það nú ýmislegt að venju. Við ætlum líka að fræðast nýja bók sem er að koma út og þverfaglegt samstarf fyrir ungmenni. En við ætlum að byrja á því að tala villiketti eins og þennan hérna. Ertu velkomin til okkar? Já, takk. Takk fyrir að taka á móti okkur. Hvað geturðu sagt mér stöðina á villiköttum? Það eru því miður allt og margir villikettir úti sem að fólk veit ekki af. Og við verðum ekkert vör við þetta svona við dagsdaglega því að þeir eru ekki í íbúðahverfum. Þeir eru ekki neins staðar þar sem þú ert að sjá þá í rauninni, heldur eru þeir sækjari í iðnaðarhverfi eða inn til sveita. En þetta er gífurlegur fjöldi. Hefur einhverja hugmynd hvað þeir gætu verið margir? Nei, ég hef það nú ekki, en til dæmis eins og fyrir sunnan þá hafa þeir verið að taka inn 100 katta. Já. Og ég veit líka hér á Akureyri er þetta miklu smærri eða minna magn, en ég veit að þegar við förum að færa okkur kannski út til sveita þá mun örugglega koma upp einhver stór tilfelli. Þar sem að fólk er kannski að gefa þeim en ekki sporna við fjölgun. Já, og þannig að það er kannski helsta ástæðan fyrir þessari fjölgun þeirra eða hvað? Já, það má auðvitað segja það að með því að gefa köttunum þá náttúrulega hafa þeir meiri möguleika á að koma upp fleiri afkvæmum. Og þú hefur svona aðeins verið að fylgjast með þeim og kíkja á ýmsa ketti hérna í nágrunnu. Hvað geturðu sagt okkur hvernig fréttur af þeim og hvað gerir að þú fréttir af villiköttum hérna einhvers staðar? Já, við sem sagt, þetta félag villiketti var stofnað 2014 í Hafnarfirði og við höfum bara verið að starfa með þeim í tæpt ár. En ég komst bara í kynni við villiketti þegar ég var einmitt að taka þennan hérna að mér. Já. Þegar ég var að ættleiða hann úr Kísukoti. Já. Og mér bara brá að þegar ég fór að sjá kettina og hérna, en við störfum sem sagt samkvæmt alþjóðlegri aðferðafræði sem að kallast TNR og stendur fyrir Trap Neuter Release. Það er að segja að við reynum að fanga villikettina og látum gelda þá, sleppum þeim svo og fylgjum þeim eftir með því að gefa þeim skjól og gefa þeim reglulega að borða. Og kettlingana tökum við að sjálfsögðu inn og gefa þeim heimili, mönnum og gefa þeim heimili. Já. Og hvernig þetta náttúrulega kostar eitthvað? Það þarf að orma hreinsa og það þarf að gelda og það þarf að sinna og fæða og svo framvegis. Já, hvernig er fjármagnið þetta? Þetta er mjög dýrt. Já, sem betur fer þá náum við að fjármagna það mesta, en núna til dæmis eftir að við gerðumst félagar í villiköttum að þá fóru þær að borga geldingarnar. Það munaði alveg rosalega miklu. Já. Við þurfum hins vegar að treysta á fólk með matagjafir og annað og byggjum fólk að styðja okkur við það. Nú það eru auðvitað húsnæðisvandi og sérstaklega fyrir sunnan þar sem eru svona margir kettir og nú hefur félagið sett í gang söfnun á Karolínufönd sem þar sem við erum að biðja að fólk að styðja okkur við að kaupa húsnæði fyrir sunnan þar sem að flestir kettirnir náttúrulega eru og öflugasta starfið. Hvað geturðu til dæmis sagt okkur þessa tvo sem við erum með hérna? Já, þeir eru báðir fæddir út í þorpi, iðnaðarhverfi út í þorpi. Þessi hérna, hann heitir Virgill eftir sögupersónu Óli Lund Kirkegård. Hann fæddist í bílhræi og móðir hans yfirgaf hann. Náðist inn af Kísukoti og ég ættleiddi hann þaðan. Þessi er Lúna og hún er bara nýkomin inn með móður sinni. Æi. Og móðurinn er búin að fara í geldingu og þarf þá að vera í ummönnun í svona cirka viku og eftir. Og við tökum þetta bara hér fyrir norðan heim til okkar. Já, nákvæmlega. En eins og Lúna, hvað verður hana?
Hún fær heimili, hún fær gott heimili. Sem betur fer þá hefur okkur gengið mjög vel að fá fólk í sumar til að taka við kettlingum. En það er ekkert alltaf. Nei. Og þá, sko ef að kettirnir eru orðnir mjög stórir þegar þeir koma til okkar, að þá er þeim sleppt eftir geldingu. En við höfum sem betur fer aldrei þurft að sleppa neinu kettling. Nei, nákvæmlega. Það er ekki þægilegt. Og þeir lifa alveg af úti, manni finnst nú bara kuldin og veturna og... Já, nei, það er nefnilega alls ekki þannig að þeir lifa allir af. Nei. Og það er kannski fyrst og fremst það sem ég sé jákvætt við þetta félag og það er einmitt að hindra það að kettir séu að eiga kettlinga úti. Vegna þess að það er ekki nema kannski 1 eða 2 úr goti sem að komast af og stundum enginn. Og þeir deyja þá bara í rauninni hræðilegum dauðdaga. Vegna þess að móðirinn, hún náttúrulega losar sig við kettina á ákveðnum tímapunkti og þeir geta ekkert alltaf bjarga sér. Nei, nákvæmlega. Og hvað, talandi þessu sem þið voru líka aðeins að kynna starfsemin ykkar, var það ekki? Jú, við vorum með svona smá kynningu á Glerártorgindaginn og vorum með matarsöfnun í leiðinni og við erum bara svona biðla til fólks eða vekja athygli á að það eru svona kettir sem að þurfa líka umönnun. Það ættu allir kettir eiga heimili. Þetta er ekki neitt sérstofn af köttum, þetta er bara kettir sem eru komnir af köttum sem hafa farið á vergang og kannski illa hugsað eða týnst eða eitthvað annað. En þeir eiga að vera í dag, er það ekki örmerktir, svona þeir sem að, eða hvað, hvernig er það? Jú, það eru reglur hjá Akureyrarbæ að kettir eiga að vera örmerktir og þeir eiga að vera geldir, að minnsta kosti högnar. En fólk er nú bara ekkert að framfylgja reglum. Nei. Og við þurfum virkilega að taka svolítið á því og gera kattaeigundur ábyrgari. Vegna þess að það er ekki nóg að fá sér lítinn kettling og hafa voðalega gaman af og láta hann síðan bara hverfa. Því ef að til dæmis högnar er ekki geldir þá sækja þeir ofta á vergang og stundum koma þeir ekkert aftur. En allir þetta sé þegar fólk treystir sér ekki til þess að hafa ketti af einum með öðrum ástæðum að þeir treystir sér ekki til að láta svæfa það og setja það frekar út og líði betur með það þá? Já, ég veit það ekki. Ég reyndar skil ekki þá hugsun. Vegna þess að ég held að sé miklu betra fyrir köttin að sofna í fangi þess sem að þykir vænt hann heldur en að vera einn úti, sérstaklega í veðráttu eins og er hér á Akureyri. En hvað með, sumir tala að villikettir geta orðið grimmir og svona aðskottsýtlir og erfitt með aðlagast þá að því að fara inn á heimili? Hvernig? Já, sko, köttur sem er fæddur úti, hann að sjálfsögðu verður styggur. En þessi kettir sem ég hef verið að gefa hérna úti, enginn þeirra er grimmur. Og þeir eru vissulega hræddir. Villikettlingar sem að koma inn til okkar og eru mannaðir, þetta er oft ljúfustu dýr sem að þú getur hugsanlega fundið. Þessi virkar allavega ekkert eins og neitt skrímsli? Nei, og ekki þessi hérna heldur. Nei, nákvæmlega. Þannig að... En hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga? Hvers vegna leggur það á þig að fara hérna út og finna það og gefa þeim og gelda og þetta er mikið bras? Þetta er heilmikil vinna, alveg gríðarleg vinna. En ég hef alltaf bara verið mjög mikil dýravinur. Og eins og ég segi, þegar ég komst í kynni við það að það voru kettir sem að þurftu að bjarga sér sjálfir, að þá bara gat ég engan veginn hort framhjá því og gert ekki neitt. Það var bara ekki til í dæminu. Hún vill fara að skoða hérna sættu leiðinu það bara. En framhaldið, hvernig hérna, þú ert bæði með hunda og ketti, er það ekki? Jú, ég er það heima. Já. Ég hef safnað svona svolítið köttunum sem að hafa kannski ekki komist á heimili, þau verði ekki allir jafngæfir og sumir kannski náðst inn frá aðstæðum sem er ekki góðar. Já. Því að þegar við erum búin að sleppa köttunum þá sjáum við alltaf til þess að þeir hafi skjól og mat reglulega. En ef það er fólk hérna úti sem annarkvort vil taka þátt í starfinu sjálft eða leggja fram þá matagjafir eða annað, hvað getur það gert? Já, hér á Akureyri getur það lagt okkur lið með að gefa okkur mat
og við erum alls ekkert að biðja mikið því að ef að bara hver og einn sem vel við ketti gef okkur til dæmis eina dós í mánuði, sem kostar 100 krónur, þá hefðum við alveg nóg fyrir alla gjafirnar hér og ég veit að fyrir sunnan þá sjálfsögðu vantar mat líka. Já. Nú við höfum fengið alveg gríðarlega góðar gjafir með teppi og mottur og annað sem að við setjum í þá vistaverurnar og gerum hlýlegri. Og ábendingar, ekki síst ábendingar. Já. Bara núna fyrir stuttu þá barst okkur ábending kettling í Vaðlaheiði. Já. Og í kjölfarið þá gátum við farið á svæðið og náðum 3. Já. Og það fylgdi þessu nú ljót saga, ég samt sel hana ekki dýrar en ég keypti hana, en það var sagt að það hefði sést til bíls sem að setti út læðu með kettlinga. Og þetta ekkert í fyrsta sinn sem maður heyrir slíkt, að fólk að losa sig við þetta og þetta náttúrulega kolólöglegt. Nákvæmlega. Og þyrfti í rauninni að framfylgja bara refsingu á svona háttalagi. Nákvæmlega. En hvernig kemst fólk í samband við ykkur? Þið á Facebook eða? Já, við erum með síðu á Facebook, Villikettir Norðurlandi og svo auðvitað allt land líka. Hún komin þarna. Já, komin þarna ríki. Gaman að fá þig og þeir sem að sjálfsögðu hafa áhuga og vilja leggja þessu verkefni lið að gera, kíkja á síðuna og sjá hvað við verðum að gera. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.